kæru vinnir, þennan þátt þá þurfum við ekki bara að hlusta á raddirnar í hausnum á mér, heldur okkur félagana saman. Við vildum bara rétt segja, takk í 23. febrúar frá. Það loksins búið að bóka Pub quiz pinginar. Það er deep into pingjan pub quiz. Já, bara léttlegi til að þakka fyrir stuðningin þetta ár. Já, þetta má líta á þetta sem svona létt amali. Já, við ætlum að henda inn link í Deep into Pingjan, Facebook-hópin á næstu dögum? Já, næstu dögum. Þetta verður haldið í Arena. Og hvað eru margir sem komast? 60 til 100? Já, þetta eru eitthvað þannig og 60 til 100. Þetta er 2500 krónur, meðfylgir hlaðborð af pítsu og bjór eða gos eða vali. Það er og það verða einhverju vinningar, við hefum reyndar eftir að safna þeim, en það verða væglegi vinningar. En kannski eftirlega að segja það, ef þið vilja vera með vinning í pubquizinu, endilega senda okkur línu og við komum á framfæri. Já, þetta verður svona það bil 1,5 tími, gerur ráð fyrir því. Svo stend ég og verð fyrir svörum í klukktíma eftir það. Og svo stjaksetum við þig. Já, akkurat. Já, góða stundir. La riba lavazza. Býtu ég La riba lavazza. Herðu, hvað, ég búin að lækki þér? Ég veit það, ég heyri ekkert í mér. Svo ertu búin að flagga hérna í hálfa, hvað er þetta? Nei, anskot. Ég hef nú aldrei séð þetta svona aður. Herðu, við sitjum hérna með lærvolt lavazza núna. Já. Og með baunirnar. Djöfull eru þær góðar maður. Já. Ha? Ég skil ekki. Ég náttúrulega eiginlega veit ekkert það, en það kemur ekkert óvart ef allar skrifstofur landsins væru komna með þetta núna í baunavélina. Já, við erum að reyna. Sko, þau eru bæði náttúrulega með hilkin og baunirnar. Já, baunirnar. Þetta er eiginlega bara fullkomna kaffi. Engin stúri frá túrin, þetta eru ítölsk gæði. Heyrðu, hvað voru við aftur komið mörg? Það voru nokkri sem heyrðu mér í vikunni að spyrja hvort ég geti sendað leiðbeiningar, hvernig maður býr til úr soknum. Já, ég ætla að vona að það hafir ekkert látið þær upplýsingar út. Nei, það kemur. Það er ekki fyrir við fáum 300 reviews á Spotify. Það er ekki hægt fyrir minna að fara að gera svona. Já, ég segi það. Ég hugsa það. Já, við erum enn að bíða eftir 300 reviews á Spotify. Já, núna var dottin inn. Áhugavert að sjá í hverju það stendur núna, en hvað sé því líður, kæru hlustendur, þá er það föstudagskaffið með ykkur. Já. En einn föstudaginn. Og þetta er búið að vera erfið vika fyrir okkur félagana. Það eru 294 reviews. Okkur vantar 6 Spotify reviews í viðbútt. Ítið á pásu núna. Þá kemur Ingu setur hann inn á Facebook-hópin okkar Deep into Pingjan. Hvernig fangar. Já, eða bara hvernig þú ert í kaffipókarlaus. Ef þú ert í neyð. Ef þú upplifir sem er fátækt og ég, Noregi 2013. Já, það var að sokkaleiðin. Já, annað, veistu hvað er eitt frægasta föstudagskaffi landsins? Nei. Það er þeirra ríkisstjórnin, hittist. Já, einmitt. Og það er, ég gerir fastlega ráð fyrir að það sé brauð og kó. Já. Við þurfum eiginlega að spyrja Áslaugu að þessu í næstu viku. Kæru hlustendur, við erum búin að bóka til okkar Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur. Iðnaðar, nýsköpunar og háskóla, er það ekki? Nei, hún er pingjumálaráðherra. Já, hún er pingjumálaráðherra. Já, pingjumálaráðherra. Hún tekur bara pingjumál og dreipur á þeim. Og eins og ég sagði, þetta er búið að vera hrikalega erfið vika fyrir okkur. Við fengum meiri hlustun á þáttun okkar ammoniakfnikur almennings. Við fengum meiri hlustun á það en við kærðum okkur Já, og í rauninni. Þetta verður rauninni öruglega á sólarhring mest hlustaðasti þáttur hjá okkur. Já, sem er ótrúlegt. Svona líklega. Sem er ótrúlegt, já. Já, ég held að vera meira áhuga á IKEA, Storytel, Boost. Já, það var náttúrulega Gunnars. Það var reynda bullandi. Við erum búin að vera á bullandi rönni núna í janúar og febrúar. En málið er náttúrulega, við erum öll hluta á þessari þvælu. Þessum ammoniakfnik sem að við þurfum bara við erum hér til að uppljóstra, bara fræða fólk. Akkurat. Hvert er peningur þeirra að fara. Og ég mun nú í dag kíkja yfir eitthvað. Já, svona, ég mun taka svona fyrir úr fjárlögunum, svona kannski 10 málaflokka sem uppljóstra upphæðunum sem fór í hvern málaflokk. Akkurat, ég tjekka mig út á meðan. Já, einmitt, við erum nú svo sem alveg með Tökum við aðeins ríkisstjórnina. Já. Sorry, þetta er spontant hérna, ríkisstjórn, Íslands. Ég segi nafn og þú segir mér hvað er uppáhaldið á brauð og kó. Hvað eru líklegust til að koma með? Sem sagt, á ég að segja málaflokkin? Nei, ég segi fyrir ríkisstjórnina nafn. Já, minna það. Og þú átt að segja mig hvað viðkomandi kemur frá brauð og kó á. Ég ætla að byrja hann skemmtilegum. Jón Gunnarsson.
Já, hann vínabrauðskall. Já. Og vínabrauðið á sko, brauð og kóð enda next level, sko. Já, bara eitthvað klassíst. Já. Guðmundur Ingi. Ég myndi eiginlega setja hann á vínabrauði líka jável kleinuna, sko, en þau eru náttúrulega ekki held ég með kleinu. Nei. Þannig að ég myndi eiginlega henda hún líka á vínabrauði. Tveir fyrstum vínabrauð. Þetta kemur ofar. Já. Lilli Alfreds. Hún súrdeigsbrauð. Hún fær sér... Já, bara basic. Já, hún fær sér kornabrauði. Finnst henni gott að það sé skorið eða sker hún sjálf? Ég held hún skeri sjálf. Það kemur lítið óvart hún gerir það. Já, kjarnakvendi, sker sjálf. Það eru skilbóðin. Guðlaugur Þór. Hann snúðakall. Snúðakall, já. Hann fyrir vanlu snúðin. Svo hann einn, Sigurður Ingi. Já. Nei, þú varst búinn að segja það? Nei, ég sagði Guðlaugur Þór. Nei, þú sagði Sigurður Ingi á hann. Ég sagði Kleina, ef það hefði verið til. Nei, það var Guðmundur Ingi. Já, ég meinti Sigurður Ingi. Já, Sigurður Ingi var í Kleinakall. Já, mömmi, hann færi í hann færi klálega í þennan ekki vanilu, heldur bara venjulega Já. Venjulega snúðin. Já. Jesús, bara venjulega. Bara basic. Já, basicin með púðurinn yfir. Ok, Katrín Jak. Meinu uppáhaldsreyndar. Hún fær í croissant. Croissant? Já. Já, það er gott sjátt. Hún er rithöfundur. Já. Hún er með sæt, það eru allir á fokkin Íslandi. Lepjandi og með croissant. Það er allir með fokkin sidekick á Íslandi þegar forsætisráðherra kemst upp með að vera að skrifa bók meðfram þessari vinnu. Og að lokum? Nei, það er heldur gott. Bjarni, þú verður að taka þetta. Spicy tuna, hann kaupir sér bara það og mókar í trína á sér. Ég held að Bjarni sé spicy tuna fíkil. Já. Hann er fíkil. Já, ég að segja það. Þetta er bara, gæti ekki átt betur við. Svandís, hún er samt alveg... Hún er túnfisk, hún er matvalar á þeirra. Já, hún smyr sko túnfisk og fær sér súrdeigsbrauð líka. Já, og veistu hvað hún gerir líka held ég? Hún fær sér einkorna. Einkorna. En veistu hvað hún gerir líka? Já. Hún smyr með smjöri fyrst. Já, og svo túnfisk. Já, þá er hún svona, hún kallar þetta lukkulokku. Já. Út af því hún er matvalar á þeirra, þá tekur hún smjörið, íslenska smjörið, súrdeginn, túnfisksalatið og meira brauð. Þetta er kallað lukkulokka. Ok, Þórdís Kolbrún. Já, hún er í, sko, ég held að hún og Áslaug fari saman í chili ósaslaufina. Báðar? Já, báðar, já, ég er ekki frá því. Við komumst að það næstu viku. Já. Ég nefnilega sko... Við þökkum að sjálfsögðu brauð og kó kærlega fyrir. Við erum tvo eftir. Nei, ég er það. Framararnir, Ásmundur Einar. Hvað er hann? Osta. Hvað ráðuneytir hann næstu með núna? Er hann félags eða? Ásmundur? Já. Eða sko barnamálaráðherra heitir þetta. Já, hann er bara basic ostaslaufa. Svo er það Willum. Willum, já, hann er vínabrauðskall líka. Já, áhugavert. Ekki frá því. En það er allan að, já, hann er förstudags pítsukall. Ég held, það er 100%. Vá, það er gott sjátt. Hann er fjölskyldumaður og bakar á föstum. Já. Fær sér, súrdegs pítsuna. En við þökkum brauð og kó kærlega fyrir og sjálfsögðu Lavazza. Og vonum að þið og ykkar vinnustæður nýti þessar auðlindir sem við höfum, brauð og kó Lavazza til að krydda upp á föstaskafið. Endilega prófið lukkulokku, alla Svandís Svavars. Já. Smjör, túna, loka. Herðu, það er að koma tölvuleikur í dag. Í dag? Já. Ok. Hogwarts Legacy. Já. Sem er svona Harry Potter leikur, eitthvað svona open world eitthvað dæmi. Já. Bara eins og... Hvað heitir þetta allt? Hvað segir þau? Jésús, hvað heita þarna? Er þetta svona það sem þú ert að detta nýður? Eða er þetta eins og þarna... Fuck, hvað er að þér? Ég sé þetta nefnilega bara fyrir mér. Open world, þetta er eins og GTA Já, áttu það, multiplayer. Red Dead Redemption og svona. Og þú veist, ég veit ekki hvort það sé multiplayer, en þetta er eitthvað svona campaign-based open world, þú veist, eins og við þekkjum bara í GTA og þannig. Og... Já, þetta er þannig. Þetta er ekki svona multiplayer að við tveir getum verið að spila saman á kvöldin. Gæti verið að því er þið bætt við einhver tíman, þetta er enda það lítið mapp að ég efast það, sko. Já, ok. GTA er náttúrulega talsveit stærra, held ég. Já, og Red Dead Redemption. Já, Red Dead Redemption. Þetta er náttúrulega, sko, bara ný pæling, svona tiltölulega nýtt fyrir mér, að það er verið að spá alltaf í svona map sizes, skilur. Stærð kortsins, sko. Okay. Og ég, sko, í tilefni af þessu, þá langaðum við að henda svona fram smá lista. En við erum samt ekki orðnir svona top 5 gæjar, sko. Ok. Þú veist, við nennum því ekki. Top 5. Hvað við? Já, við erum alveg reglulega með einhvern top 5 lista. Topplista kallar? Við erum alveg topplista. Já, ok. Ég skal lúta í lærahaldi fyrir því, en
En sko, við langaði aðeins að fara yfir sko, það leikur sem að hvað dýrastur í framleiðslu á núvirði, þú veist, það talað það er alltaf talað hvað leiki kosta á svona og hvað fá og hvað returnið og jæri. Það einn leikur sem heitir Star Citizen sem hófst 2013 og hann ennþá í þróun en það hægt að spila hann og hann hefur hingað til kosta 500 hingað til í rauninni sko þessi listi nær til ásins 2021 501 miljón bandaríkjadollara loka ás 2021. Þetta svona EVE Online feelingur? Og þetta sko í rauninni þetta EVE Online feelingur? Já, nei, ég eiginlega veit bara ekki, ég hef ekki spilað EVE Online sko, en ég veit að þetta Star Citizen, þú veist, þetta basically bara open world, nema þú ert bara með gamein. Já. Og sko, þau segja hérna að map size, stærð leikjakortsins, sé 3, eða sko, þau segja 6 quadrillion square kilometers. Já. Og þú veist, þetta bara svona tala, þetta sinnum sko 10 í 34. Já, quadrillion sko 1000 í 5. veldi, getur það verið? Nei, ekki, 1000 í 5. veldi. Nei, það nú sennilega 1000 raised to the power of 5. Já, þetta er svo steikt sko. Þetta er quadrillion number equal to 1 followed by 15 zeros. Þannig að en svo líka hendi samkvæmt Wikipedia íslensku síðunni að þetta sé 10 í 2004. veldi. Fermetrafjöldin á þessu bara ruglaður. Þetta á við Evrópu eða? Ég bara veit ekki, nei, miklu stærra. Færeyjar, eitthvað svoleiðis? Miklu stærra, þetta er geimurinn. Að þú veist, sko, bara stærðin á þessu, maður skilur ekki bara hvernig alltaf að onboarda fólk í þetta sko, því að þú ert í svona multiplayer, því að þetta svona EVE Online pæling og þú ferð og það eru enga líkur á svona stóru svæði þó að það væri 1 milljón spilendur á að munu hitt einhvern sko. Ekki? Á svona stóru korti. Já, þú veist, en er þetta ekki svo vinsæll leikur? Er ekki fólk endalaust eitthvað að dutta og rekast hvort á hana? Já, ég er að segja að þó að vera 1 milljón spilendur þá er bara yfirgnæfandi líkur á að þú hittir engan sko. Já. En þau hljóta væntanlega að vera búnir að besta systemið einhvern veginn þannig að þú hittir einhvern sko. Það er mjög erfitt að útskýra leik sem að maður hefur minnstu hugmyndum, en ok, allt góð. Það er annar svona leikur líka veiti að sko, og þeir voru að lenda í vesinu með onboard út eða þú varst alltaf bara einn. Þessi leikur var með sko milljarðir plánetna. Bara kvíði og víðáttu brjála. Já, þú færði einhverju plánet og enginn þeir eins, sem alveg bila sko. Loggið mig bara inn í herbyggi, ég búin að fá nóga þessu víðáttu Já, mér langaði bara svona aðeins að förum aftur í topplistan. Þetta númer 1 yfir hvað? Bara stærsta markið? Já, ég rauninni dýrasta. Og akkurat. Mjög dýrt. Já, þetta er mjög dýrt. En svo eru eiginlega sko, svo kemur Cyberpunk sem var gefin út 2020. Hann kostaði 331 miljón á núverið 2021. Já, Call of Duty Modern Warfare 2, 316 miljónir dollara. Final Fantasy 7 var eitthvað á bilinu 135 til 245 miljónir dollara. Svo kemur óvart sko að Grand Theft Auto er ekki nema 126 miljónir dollara. Svo það kostaði? Já, Red Dead Redemption í rauninni minna, en það er sko framleiðslu kostnaður? Það er 183 miljónir, það er aðeins meira. Ertu með tekjurnar hana líka eða? Nei, það koma ekki fram sko, en ég veit að Red Dead Redemption var bara heldur búin að borga sig upp í forsölu sko. Já. Þannig að þetta er kúrugalegur. Þú veist, ef þú ert kúrugan eins og ég og þú gátum spilað. Ef þú ert, þú veist, gefur út einhvern leik sem er númer 1 bara. Hann er einhverjum vinsældum. Já. Þá er nánast örugt eins og Red Dead Redemption var númer 2. Það er bara örugt að þú ert þetta er bara áhættulegs hagnaður sem ég sko. Ef þú allt kassi fyrir, þá veistu að þú ert að fara margfalda það sko. Já. Með útgáfin nýs leik sko. Var það ekki Red Dead sem þú gast gert að kaninu? Þú gast flakað kaninu? Jú, ég spilaði, nú hef ég ekki spilað mikið af tölvuleikjum sko. Ég hef spilað Red Dead og ég hef spilað Last of Us sem er núna náttúrulega tröllir í það bara heiminum. Já, Last of Us. Það var að koma þáttaserja. Ok. Og
þetta náttúrulega mjög sjaldan gert, við þekkjum þetta með Tom Brady og svona, en það sjaldan sem að við sjáum bíómynd eða þætti vera að gera út frá tölvuleikjum, sko. Þetta að færast í haugana, sem bara vel, held ég. Já, og niðurlagi svona að það cash í þessu. Já. Mikið cash. En mér bara svo, magna að spá í þessu, að búa til leik sem að með svona stórt mapp, sko. Já, klárt, og sko, punkturinn eiginlega sá að Harry Potter kemst ekki einu svona top 10 þarna? Ég veit ekki, það kemur hvergi fram hvað hann kostar, sko. Það yfirleitt gefið út bara eftir á, sko. En stærð kortsins? Það bara eitthvað örlítið, sko. Hvort það sé einhverju 6 ferkílómetrar. Getur við leyft okkur að fullir það? Já, ég sá það einhvers staðar. En svo reyndar, hér kemur fram að það ekki nema 4 plánetur í þessu Star Citizen. Ég man eftir leik, hérna, ég man ekki hvað hann heitir. Maður sjá. Heyrðu, á ég ekki bara taka laun þegar vikunar á meðan? Jú, taktu það. Heyrðu, það rignir inn, munið, þetta pinnað í dýpind og pingjan. Lífandi skjal, það sem hægt inn. Hend inn, við fengum sendið hérna í vikunni, hann Einar Gylfi í eignastýringunni á Arion banka. Já. Fastur en sanngjarn. Já. Og hann svona pingu ambassador innan Arion banka, þannig að við erum sérstaklega ánægðir með Einar Gylfa þessa vikuna. Hann kom hérna inn í Excel-skjalið okkar, sem ekki Excel, heldur hérna Sheets, við hvetjum ykkur, það pinnað efst í dýpind og pingjan að tilnefna launþega vikunar. Og þessu sinni það hvað, Einar Gylfi á. Einar Gylfi. Og hvað, fékk hann einhverja lofsöngva eða var þetta bara stutt og... Það talaði að hann bara fastur ambassador pingunar innan Arion banka, fastur og sanngjarn. Já, kæra þakki fyrir það, Einar. Bara haltu áfram að representa. Já, takk fyrir það. Smitað út frá þér. Já. En Ef ekki að fara í málmálana. Jú, svo það náttúrulega þetta. Það var náttúrulega vaxtahækkun í vikunni. Það er verið að kenna okkur þetta. Já, það málega. Já, við erum búin að gera smá mistök. Já. Við höfum alltaf verið að kalla eftir aðhaldi. Já. Svo segir bara orðrétt í peningastefnunefndinni að hún skuli veita þjóðinni aðhald. Já. Og það eru fólk að benda fingrum á okkur og við höfum verið að kalla eftir þessu. Nei. En ég að taka hettuna á þetta. Bara núna, maður gengur bara með hettuna, maður vil ekki þekkjast á almannavari. Já, þú veist, ég meina eins og ég hef líka sagt áður, þú veist, þó ég sé ekki mest í aðdáandi, en þá þetta peningastefnunefndarinnar, þá þetta náttúrulega sko auðvitað bara nauðsynlegt fyrir kælingu og húsnæðismarkaði og annað, en þú veist, ég ætla ekki að fara að ramta yfir þetta eitthvað, sko. Nei. Ég veit að fólk hefur gaman að því, en ég bara eiginlega nenni ekki að eyða orku í það. Nei, það er búið að segja allt sem segja þarf, held ég. Já, og þetta við munum kannski grafa aðeins nánar og þetta með Áslaugu í næstu viku, en þetta auðvitað sko rosalega flókin staða sem komin upp líka með þessa verkalýðsbaráttu, þetta líka í þessari krísu sem við erum í nú þegar, sko. Já, við erum með þarna einhver trúbador syngjandinn á hótelum. Já. Og einhvern að kalla í gjallarhotn þarna fyrir tilheyrandi trúðalæti. Já, Sólveig Anna fór hamförum þarna í fyrradag fyrir utan hótel, ónefnt hótel. Já. Og þú veist, það allt í, sko, það svona sem í allt í steik í þessum efnum núna. Því að þetta bara þannig, þegar launin verða hækkað hjá verkalínum, þú veist, það mun kannski bara íta undir meiri verðbólgu og þetta verður bara svona hringavitleysa. Og þú veist, og þegar hún komin fram þá vilja verkalýðsfélögin hærri laun og þú veist, þetta svona, ég meina, þú veist. Það ágætt að við nýtum bara þessa viku að koma öllu svona frá okkur. Við verðum tekka líka þetta bara svona, það kallast höfrungarhlaupið. Þetta allan ekki eftir svona verið staða veri, myndi ég segja, að þurfa að greiða úr þessu, skilu. Því að þetta rosa hátt flækjustig. Og þú veist, svo ég tala nú ekki húsnæðismarkaðinn og allt það, en ég hugsa Gleym þessu. Ég gleymi þessu bara núna. Ég heyrði svo skemmtilega sögu af þessu á planu upp á leikskóla. Við erum nokkur svona frjálslyndum hóp, hittust aðeins fyrir, spjöllum, frjálslyndi og fleira. Og það var ein hún var að nefna þetta, sko, það bara búið að horfa á síðustu ár sem eitthvað partí. Bara partí í þjóðfélaginu. Og það var ein sem tók þetta dæmi, þetta væri bara eins og við værum öll að jamma á biffanum, góðum fössara. Klukkur svona 11. Þá kemur peningastefnunefndin inn, sem að þau kalla forræðishyggju-nefndina og byrja að kveikja ljósin og fara að segja fólki að hætta að drekka. Klukkan 11. Allir bara í góð djús, þjóðfélag á fullu. Klukkan 12, það ekkert búið að gerast. Allir enn að drekka
og forræðisaukinefndin ákveður að taka barinn úr sambandi. Þú kannast alveg við þetta, þú veist, scenarióið. Allir en þá bullandi eyðslufyllir í. Þá kemur forræðisaukinefndin auga það, Solla frænka, búin að vera út í hotni í einhverju úlpu og dæla landa í liðið. Þannig að það enginn að hætta. Svo Dóri frændi, óáfengt berjavín hérna og vatn að reyna að stemma stigu við því sem í gangi. Það hefur ekkert gengið. Svo núna þetta síðasta, þessi vaxtahækkun, að þau leitilega bara það til loka að það núna bara verið að leiða alla fyllibituna niður í VIP-herbergið og það verið að fara að waterboarda, þá sem eru ekki hættur. Þú veist, núna þá bara verið að stúta þessu, sko. Það búið að kveikja ljósin, það búið að taka spritið, það verið að reyna að stoppa landan, en partíið að vera búið. Já, veist, þú veist, maður veit ekki, já, að einhverju leiti, en kannski ekki persónulega, en jú, maður hefur alveg slísast niður í VIP þú veist, myndlíkingin, hún svona ég veit hvað það að fara með þetta svona cirka maður sem kannast alveg við að vera dregin út af VIP-herbyggi 4:30 en ég veit að maður getur fara að ræða það hér eða nei. En þú veist, sko, eins og ég segi bara, maður svona samt einhvern veginn óviss með ástandi út af það svo mikið að liði sem hangir ennþá á svo miklum sparnaði, sko. Og þú veist, það er alveg ógeðslega mikil eyðsla í gangi þrátt fyrir mikla verðbólgu sem að, þú veist, og þessi eyðsla, hún auðvitað þetta rétt að það ekkert að fara að hjálpa, að fara að draga úr henni, sko, þannig að þetta er alls konar þversagnir í gangi, sko. Ég segi samt bara eitt með þetta. Og mikið flækjustig, en við leysum það ekki hér. Nei, ég segi bara, besta vörnum við verðbólgu. Þó að séu 4 háskólagráður við þetta borð. Já, þú veist, samt það sem við getum sagt, besta vörnum við verðbólgu er vertu góður í vinnuðinni. Því að ef þú ert með vinnu, þá ertu allavega með tekjuflæði og við getum allavega að hugga okkur það að það er ekki 10-20% atvinnuleysi hérna. Þetta sé há verðbólga, þá getur fólk áfram mætt og fengið laun og vonandi skrapað áfram. Þannig að við horfum bara í það jákvæða hérna. Glasið er hálffullt. Er það ekki? Sammála því. Jú, ég horfi björtum augum bara til framtíðar. Ég er í ákvæðasti maður sem ég veit um. Ég hef ekki ennþá hitt neitt í ákvæðari. En þetta fer að vera helvíti þreytt með húsnæðismarkaðinn. Það verður bara viðurkennast. Talandi um húsnæðismarkað, ég verð að koma inn á eina, þú veist. Sko, hugga þú því samt á einu. Ert þú með afborganir yfir 200.000 mánuði? Nei. Ertu að borga leigu yfir 200.000 mánuði? Nei, en ég borga leigu vissulega, en ekki yfir 200.000. Já, ímyndaðir fólki í þeirri stöðu sem er í dag bara skjálfandi á beinu. Já, þú ert bara í fínum málum. Já, ég meina, þú veist, enda er ég ekkert að segja að ég hafi það neitt hræðilegt, sko. Nei. En hérna, þú veist, það á að byggja upp samfélag þar sem þú átt á einhverjum tímapunkt að komast inn á húsnæðismarkað, skilu. Já, sem að ég er, það er alveg hægt. Já, en þú veist, það sem að bara svona það snýst bara sparna og ráðstöfunartekjur. Já, algjörlega, bara svona meðal manneskja, skilurðu. Á að geta unnið sig upp í, þú veist, vera komin í húsnæðin 30. Ég meina, það er það sem ég myndi telja sjálfsagt. Ég var eldri en þú þegar ég fór fyrst inn. Já, þú varst það. Já, klálega. Þannig að bara hálfull glöskallið minn, bara brostu fram á vegi. Gerir það alveg. Það er eins og ég segi, þetta er, þú veist, það á bara vera séð til þess í þessu velferðarsamfélagi sem við búum í. En er ekki einhver hluthafalán núna líka í gangi? Hefur þú prófað að skoða það eitthvað? Hvað segirðu? Hlutafalöf. Nei, hlutabóta leiði eitthvað. Já, jú, það var í COVID. Er það ekki lengur? Ég þekki það ekki. Nei, það heitir ekki það. Já, ok, heyrðu, ef við ekki að taka málmáluna, Super Bowl. Jú, ég ætla samt, talandi fasteignamarkaði. Ég verð að koma inn á þetta. Þetta er náttúrulega, eitthvað mesta trúðafrétt vikunar. Nú, býtu. Og þetta var í rauninni ekki frétt, þetta er bara eitthvað sem ég gróf upp hérna, maður er náttúrulega skróla í gennum fasteignaviðin alla daga. Já, er þetta, já. Og hér kem ég inn á eign sem heitir Nýlendugata 34. Frábær fyrsta eign, 25,9 fermetrar á aðeins 42,9 milljónir. Þú veist, hér er fermeter upp á 650.000 krónur. 650.000. Það er 1,6 miljón per fermeter. Já, 1,65 miljón per fermeter. Og þetta hlýtur bara að vera dýrar en bara fermeter í Sixtínsku kapellunni í Vatikaninu, sko. Þú veist, ég bara hef aldrei séð svona. Ekki á Íslandi. Það var nú hugulegt slot, eða ekki? Hvað? Var þetta ekki hugulegt? Já, þú veist, þetta lítur ekkert illa út að innan. Þetta er timbrað að innan, sko. Engil eldhætta. Ég dauðvorkenni bara þessum greiði löggilda fasteignasala sem að fara að standa þannig í þessu opna hús. Verst ekki með þetta. Þú veist, að þurfa að standa og horfa framan í verðandi kaupendur.
bara já, 43 milljónir, já, þetta bara frábær fyrsta eign, ég meina. Já, þetta bara bilun, sko. Þetta svona summerar eiginlega upp bara ruglið sem í gangi, en við vitum það náttúrulega að þetta að verða kaupendamarkaður núna. Er þetta ekki bara fín eign í Airbnb? Er þetta ekki niður í bæ? Já, ágætis eign, sennilega í það. Getur ekki bara verið með 2 milljónir á mánuði þarna í útleigu? Selur ekki þetta á 650.000 fermetrin, sko. Já. Það bara ekki fræðilegur. Sko, ég ætla ekki að reyna að hlusta á þig verja þetta, sko. Þetta örugglega bara fínasta Airbnb. Ég alveg vissum að það nokkrir braskarar að skoða þetta. Já, kannski á 30 milljónir, skilurðu. Já, það hægt að bjóða, þetta frjálsmarkaður. Já, hann frjáls á. Já. En já, þetta var, getum við ekki kallað þetta eitthvað svona versti díl vikunar eða eitthvað? Ég held sér fín díl, ég þarf aðeins að slá þessu upp, en ég örugglega að borga þetta upp á 4-5 árum eða. Já, ég nenni ekki. Smá elja. En allavega, já, Super Bowl, það náttúrulega... Aftur í bjartsýni, á slökkvu við á svartsýni. Já, þetta Super Bowl. Já. Við þekkjum þetta nú, þó að ég þekki nú vissulega ekki leikreglur og svona lítið og ég ætla að biðjast bara fyrirfram afsökunar. Félagi minn Birgir nú meðal annars heldur úti hlaðvarpinu 10 hjartar. Já, ég ætlaði að biðja hann bara einlegar afsökunar á öllu því sem eftir kemur hér. Já. Ég veit ekkert amerískan fótbolta þannig, sko. Nei, og mér finnst þetta í raun leiðilegt því að þú veist, fyrir hverja spilaða sekundu eru 3 sekundur í hlé. Já. Þú veist, þá ég veit bara eitthvað dómarinn að tala og ég bara skil ekki hvernig gulu flöggin, það ekki gaman að þeim já, þetta, og svo náttúrulega mikið auglýsingum og allt það og ég reyndar hef alveg gaman af því, sko, stemningin í kringum þetta en Ertu einn af 26% sem þá sem horfa bara á halftime show Já, þessi 26% þeirra sem horfa á Super Bowl sem horfa bara á halftime show Já, það talað það, ég sá hérna okay, eru við ekki að henda hvernig annan svona litlu mólum? Jó, við erum með nokkra skemmtilega móla og ég að byrja kannski eða Já, er dónalegt að segja hendi hvernig annan nokkrum tölfræði mellum? Út af því að stytting á karamella Já, bara kannski þetta dónalegt Já, ég ætla nú samt ekki að blörra þetta neitt út ég meina það málfrelsi í þessu landi og þú bara berð ábyrgð á þínum eigin orðum Já, þú veist, ef mér langaði að hendi hérna í karamellu Já, maður segir náttúrulega mellu, tölfræði mellu ekki mellu, það ljótt Ég dreif það tilbaka, ég hendi hérna í tölfræði mellu Tölfræði mellu Ok, þú kemur næstu Ég ætla kannski að byrja á sko, ég sá á Twitter hann Björn Berg, vinnur okkar hann hendi fram Björn Berg? Já, hann hendi fram skemmtilegri staðreind Ertu að tala úr Íslandsbanka? Já, ok Sko, hann hendir fram hérna að Super Bowl sé eitt súrrandi neyslufyllir í og kaninn sem sagt yfir Super Bowl að láta honi sig 1,4 miljardar kjúklingavængja á Super Bowl ég tel þá, ef ég tel rétt þá þarf að slátra 700 miljón kjúklingum fyrir það 1,1 miljardur lítrum af bjór og 13.000 tonn af kartöfluflugum og þetta samkvæmt World Food Program og sko þetta eru 13.000 tonn sko þetta eru 13 miljón kíló þetta slatti ég held að þetta kemur bara ekkert óvart Nei, svo segir hann í heildina beintengt neysla kanana vegna leiksins metin á 2300 miljardar króna takk fyrir þannig að það sem þau neyta þennan eina dag bara kaninn sko maður hefur nú tekið þátt í þessu já, ég hef vissulega látið honi með vangi og snakk og fleira En þú hefur ekkert verið Ég nú með boði í partí hérna á sunnudaginn Redneck party Já, þú ert með redneck Þú verður að vera í ból þar sem þú ert búin að rífa ermarnar af sjálfur Annars erst ekki í bóðinni Já, og er þetta ekki svona gallavesti líka og eitthvað svona Já, það má vera Ef þú getur rifið gallavesti með höndunum Nú hefur átt að vera með möllet eins og ég Já, það geta verið alvöru redneck sko Geti komist inn þannig Já Heyrðu, á ég að taka, ertu með meira? Já, ég með meira, en þú mátt taka næsta Já, hendin einni tölfræði mellu Já Veistu hvað 30 sekundar slott kostar í auglýsingum hana? Já, ég með tölfræði það, sko Erum við með sömu mellu? Já, við erum greinilega með eina sömu mellu hérna Ég með, þetta kostaði 6,5 miljón dollara í fyrra Já, og 7 milljónir dollara í ár Passar Og til að toppa það rannsóknarfyrirtæki hérna sem heitir Kantar sem að reikna það út að return on investment
væri $4,6 fyrir hvern $1 sem þú eyðir. Þannig að þetta sko... Já, þetta í rauninni... Þau vilja meina... 360% profit. Basically. Á þessu. Já, það að segja fyrir hvern $1 sem þú hendir í grímin og Geir, þá færðu 4,6 tilbaka. Eða sem sagt 3,6 net. Athyglisvert. Það telst held ég nokkuð gott sko. Þú veist, sekunduverðið á þessu er svo bila sko. Já. En svo líka mólið með þetta að það hefur verið sæmileg bólga í þessu. Bara frá 2016 hefur verðið hækkað 55%. Já. Á slotti. Það var 2016, já. Já, frá 2016. Það voru $4,5 million 2016. Er það ekki bara svolítið samhliða international pick-up? Þetta hefur verið vinsælt í Bandaríkjunum 40 ár. Þó þetta verði alltaf stærra og stærra sjó. Þetta outperformar samt verðlag í Bandaríkjunum sko. Já, en þetta er alltaf að vera vinsæll og vinsælla. Það er náttúrulega sennilega... Það er bara nákvæmlega sem ég sagði fyrir 15 sekundum. Þetta er að vera vinsæll og vinsælla. Þú sagði það á ensku. Já, en vöxturinn er að koma líka alþjóðlega. Já, klálega. Íslendingar voru alla með aðganga þessu fyrir 10 árum. Nei, einmitt. Þannig að þetta hækkar sko á milli 2021 og 2022 milljón. Þess að þetta fer úr 5,521 upp í 6,5 million dollara 22. Og ég sá talið $7 million í ár. Ef eitthvað Nei, ég sá það líka. Þetta er bara... Nei, ég er að tala bara gengið. Samkvæmt statista.com sem að er virt. Já. Það er virt síða. Fyrir fólk sem hatar erlenda gjaldeyri, þá er þetta tæplega 980 milljónir íslenskar króna. Já. Meðan við að dollarinn sé 140. Þetta er sæmilegt hagkerfi í kringum þetta dæmi, sko. Já, hugsaði líka að þú ert markastjóri í einhverju fyrirtæki og þú ert að taka þessa ákvörðun að sitja í 30 sekundur. Tæpan miljard. Já, bilun. Þetta er bara að gjörsa bilun. En á móti þá þetta skila sér, En talandi um hagkerfi, hagkerfingu. Já. Aukakrónuna. Já, það er hagkerfi. Þú ert búin að kynna þig það? Já. Ertu búin að vera að nota þetta eitthvað eða? Já, ég sko Frúin var hoppandi kátt síðustu ár. Það er eyðslu fyllir í það á aukakrónunum. Það sem ég samt fann að sjá mestan kosti í sér að koma sá krakkana sem fyrst. Þannig að þau læra að spara. Bara þeir eru út að fá fyrsta debitkort 14, 15, 16 ára. Að leyfa þér strax að kynnast við að fá peningi tilbaka á einhvern nátt. Já, þetta er náttúrulega brilljant einmitt upp á það að gera. Fá kassbakkið, búa til einhvern sparnað í kringum neyslu líka. Já. Og þetta er náttúrulega sjálfvirkt, þú þarft ekki að sækja tilboðin þarna, neitt. Þetta er bara, kassbakkið er bara automatist. Og það eru kannski þægindi sem maður ætti ekki að vera að venja börnin á. Þetta er mjög mikil þægindi. Já, en bara venja þau, sko... Þau eiga þurfa að hafa erfitt í lífinu, en aukakrónuna gera þetta bara svo auðvelt. Ég er að segja það, þú ert allan að læra inn á sparnað, þú veist að, Þannig að svona, ég er farin að hugsa þessi skrif fyrir mig og mína fjölskyldu. Ég held að það sé eina vitið. Við þökkum Landsbankanum að sjálfsögðu kærlega fyrir og hvetjum ykkur til að kynna ykkur aukakrónur og það er engin betri dagur en að byrja en í dag, segi ég. Já. Þannig að... 11 mánuður eftir frá jólunum. Já. Herðu, þetta var skemmtileg tölfræði, þetta var sameiginleg mella. Já, mella. Hjá okkur. Af hverju varst að láta mig segja mella á það? Það var illa gert það. Ég kom ekki nálægt í þetta er mella. Svo er viðskiptablaðið. Það kemur með grein varðandi veðmál í kringu Super Bowl. Já. Og samtök veðmálafyrirtækja áætla að bandarískir fjárhættuspilarar muni veðja $16 milljörðum eða 2270 milljörðum króna á úrslitaleikin, bara úrslitaleikin sjálfan, sem sagt Super Bowl. Okay. Og þetta er vægast athyglisvert og sérstaklega sko í ljósið þess að úrslitaleikurinn er haldinn í Arizona núna í ár og fyrsta sinn í ríki þar sem að veðmál og íþróttaviðburðum er lögleg sko. Og þau segja þetta verði fyrsta sinn þar sem við sjá fólk í stúkunni draga fram síman og leggja inn veðmál. Þannig að þetta er nú bara að fara að springa út eins og eftir þáttun okkar með bíp sem var bíp. Já. En sko þau tala að þetta er rauninni áætlun og þú veist, ef hún raungerist þá er þetta tvöföldun á milli ára. En í fyrra var þetta 7,6 milljarðir dala á úrslitaleik NFL Super Bowl. Ertu með einhver skemmtileg bett þarna eða? Já, þú veist, það er ég held að það séu svo ógeðslega mikið að mörkuðum fyrir þetta sko. Við skulum bara tjekka inn á bíp. Já. Ég skal á ég að taka eitt á meðan. Bara pínu lítið follow-up frá því síðustu viku. Þetta er enda smá móli. Þetta er ekki mella, þetta er alveg móli. Já, við þurfum að bryðja á þessu. Já, maður sé á marki, sko, þetta er bara... Hvort heldur þú sett fljótar að borða mellu eða móla? Mellu. Mellu? Já.
tyggja hana vel. En já, nei, þetta er bara endalaust af mörkuðum. Ég bara, sko, ég gæti ekki einu sinni talið þetta. Það á nú að standa inn á bíp hversu margir markaðir eru í boði fyrir þetta. Já. Ég myndi, þeir hlaupa 100. Þannig að hérna, já. Við mælum bara með 10 jördunum fyrir research upp á það. Já. Herðu. Keli, Tim Rúl, Biggi. Já. Fleiri góðir. Góðir drengir. En þú ert með annan móla? Já, ég með smá follow-up frá í síðustu viku. Já. Við vorum að tala hérna Adani Group, shortið. Já. Og þú spurði mig út í hvað Hindenburg Research væri að græða á sig. Það er ekki komið ennþá fram hversu stóra stöðu. Þú ert ekki að fara að taka Super Bowl móla? Nei, ég er búið með mína mellur. Ég á 1-2 eftir. Já, ok. Ég áhugaverða. Heyrðu, sorry, ég á eina mellu eftir. Ég skal hendin. Ég veit hverju stærstu auglýsendurnir eru. Já. Okay. Amazon, ég ætla að láta það gíska. Okay. Djöfull. Okay. Amazon. Er Apple í árið? Örugglega, en þau sögulega séð yfir grafið sem ég sá voru ekki hana. Nei, ok. Ok, ég hendi bara á mínu lista. Amazon, Toyota, Budweiser, T-Mobile, Michelob, Intuit, Universal og Verizon. Skemmtilegt. Kemur óvart hérna, það eru 2 símfyrirtæki. Já, skemmtilegt. Ég, einmitt, þú veist, Amazon, þetta er náttúrulega drop í hafið bara fyrir þau. Já. En, sko, ég er vinningsfé. Einu svona? Er vinningsfé. Já, vinningsfé, já. Viltu vita svara við því? Ég veit að það er hringur. Það er vissulega hringur. Já. Og þú mátt núna googla til að fá það hreint hversu mikið virði þessi hringur er. Já, super. En ég ætla meðan að segja þér að það er vinningsfé. Það eru $157,000 á hvern leikmann, en það er vissulega skilur háð. Og sko, ef þeir eru spilað í leiknum, þá þarf það að vera á leikskrá síðustu 3 leiki. Ef þeir eru ekki spilað í leiknum, þá þarf það að hafa verið á leikskrá síðustu 8 leiki. En svo er líka einhver svona undantekning ef þú ert svona veteran leikmaður og ert enn á samning hjá liðinu sem spilar í Super Bowl, þá færðu, þú veist, og þú veist, ef þú ert veteran leikmaður og ert meiddur og ert enn á samning hjá liðinu, þá færðu þessa upphæð, þess að $157,000 per leikmann. Per kjaft. Já. Per kjaft. Og svo er ég líka með, þetta er reyndar skemmtilegt og það er fær tónlistaratriðið borgað. Og hvað myndur þú halda? Já, í Super Bowl. Já, ég held það. Hversu mikið myndur þú halda að þið fáðu borgað? Ég ætla að segja $40 million. Jésús. Já, nei. Sko, svarið við þessu er $400 million. Já, alveg verulega fyrstur. Sko, í raun er það ekki neitt, en þú veist, þau borga náttúrulega alla framleiðslu og uppsetningu á þessu dóti. Þetta er auglýsing fyrir þau. Já, eitt og sér er það verið $13 million með að við sko markam á fréttum hérna hálfleiksjóði hjá J-Lo og Shakiru 2020. Sennilega eitthvað hækka núna, en málið er að þau fá smá borgað sko. Það er málið. Já, ég var ekkert langt frá þessu. Þetta er nefnilega, hann svarar þessu hérna samskiptastjórin hjá NFL. Birgir Karl Sigurðsson. Samskiptastjórin. Og þá kemur fram að þau fá þetta á svona union scale sem er þá bara, þú veist, bara einhver svona launatabla, og þetta heitir hérna sko, according to Digital Music News, þá er þetta bara hérna the rates are determined by the Screen Actors Guild, sem er sem sagt bara svona verkalýsfélag fyrir bara svona sviðslistafólk. Já. Þannig að þetta er sko dagurinn sem þau sem sagt, fá einhver dagslaun sem að mér sýnist, ég sé ekki betur en að það sé á milli $788 og $1,030 á dag sem þau fá fyrir þetta. Á dag? Já, þetta er bara svona eitthvað verkalýstengt eða stéttafélagstengt, skilur. Þannig að hérna fá í raun þennan pening sem er svo hverfandi við hliðina og auða við þessa fólk sem að yfirleitt stígur hand og stokk. En mér fannst það vissulega áhugavert. Ég ætla ekki að fara út í laun leikmanna, það var svona mikið sem greindi á þar og ég ætla að leifa bara 10 jördunum að sjá það. Já, ég er með hérna að hringurinn. Já. Yfirleitt er framleiðsluverðið á bilinu $57,000 per hring. Já, og verðið náttúrulega gangverðið á sér auðvitað. Já, talaðum hérna 30-50.000, ekki mikið meira. Okay. En sko þetta eru líka í kringum 100 hringir á lið, þetta eru svo margir í þessu. Já, einmitt. Þannig að þetta er þessi perfect svona
En þetta örugglega collector's Limit, item collector's hjá mjög item, ég mörgum ætla að segja svona rich boys og girls. Kæmir sem ekkert óvart ef eitthvað svona hefði farið á $200,000-300,000 sko. Eitt Nei. svona því eldri sem verða náttúrulega þetta. Já, ég er með hérna sá sem hefur verið hvað getur við sagt, selt highest recorded Super Bowl ring sale bara sölu hæsti, verðmætasti var hérna eftir New York Giants two-time champion Lawrence Taylor seldi á $169,000 2012. Já, svona $200,000 athyglisvert. Já, en síðan að tala hérna sá sem var dýrastur var New England Patriots 2015, hann kostaði $36,500 og þetta eitthvað mismönd á milli ára hvort það hendi í þessu smá auka glingri og demöntum og einhver svona dóti sko. Skemmtilegt. En já, talaðu við mig með vin okkar fá smá follow-up frá Hindenburg. Já, þetta áhugavert sko. Sögum frá þessu fyrirtæki síðustu viku, Hindenburg Research sem birti 110 blaðsíðna skýrslu Adani Group, allt í steik. Adani Group hefur snúið sig á þá veru að þetta sé bara árás á Indverja, þeir eru að taka svona patriotism að segja bara uppgangur okkar og velgengni farið að trufla ykkar land þannig að þið ákveða að taka bara hérna Crown Jewel og ráðast á það. En áhugavert, þetta sko stofnað 2017 af mannanafni Nathan Anderson sem átti upprunalega að vera bara greiningafyrirtæki fyrir hann til að greina afleiðu, skuldabréfa og hlutabréfa markað. Nafnið Hindenburg, ertu að tengja við þetta? Já. Svona, þetta náttúrulega ekki loftbelgur heldur svona flugskip sem var bara slys hérna fórst, hvort það verið 1930. Já, þetta segur, ég var eiginlega búin að gleyma þessu. Ég skrifaði bara loftbelgur en það stóð aircraft held ég. Já, þetta heitir svona loftmóðurskip eitthvað, ég manna. Já, flugmóðu. Þetta ferst 1937 að því talið að mannlegum orsökum að það hafi verið brennuvargur innanborðs. Það sennilega ekki flugmóðurskip. Nei. Ég held að það sé svona það sem að flugvélar, já, ok, við vitum ekkert um það. Talið að skemmdarverk innanborðs og mér sýndist að 35 af 97 hafi dáið. Já. Þau taka þetta nafn og heimfæra það á fjármál. Já, það náttúrulega sko og segja á vefsíðunni kaltæðnilegt sko. Já, segja á vefsíðunni að þau eru að leita man-made disasters í bókhaldi, misferlum í stjórnun og óuppgefnum færslum frá tengdum aðilum. Markmið það að koma upp corporate disasters áður að þau lokka til sín fleiri grunnlausa viðskiptavinni. Svolítið skemmtilegt. Það er áhugavert að hafa þetta reputation á markaði og þegar þau gefa út stöðuna sína skilur það hlýtur að hafa áhrif á markaðin bara. Já, það farið að gera það. Það eru 10 sem vinna hjá þessu fyrirtæki. Þau eru núna búin að targeta 16 fyrirtæki. Síðan þau voru stofnuð 2017 og hitt svona frægasta dæmi raftrukka fyrirtæki Nikola. Hefur heyrt af því? Já, það náttúrulega það fór í búbluna þarna 2020-2021. Já, sko, það var á góðri leið með að fá sömu stjörnumeðferð eins og Elon Musk í kringum Tesla. Því að stofnandinn, Trevor Milton var svona charismatic og var hann með Nikola Tesla Tesla og við erum með Nikola. Hann alltaf skýrði Nikola eftir þú veist út að Tesla hétt Tesla. Já, ég var að koma það. Það náttúrulega sko bara magnaðasti vísindamaður sem að þeir bara hefur gengið heiminn. Já, og hann einhvern veginn reynir að feta sömu fótspor nema hann búið til trukka. Já. Og þau sem sagt birta skýrslu hann 2020 hendi eina skýrslu og þau eru eiginlega búin að vera í skít síðan. GM General Motors hætti við að koma inn sem hluthafi. British Petroleum hætti við samstarfsverkefni sem tengdist í að þau ætlaði að búa til svona hleðslustöðar og vetni út allt fyrir trukkana. Og Trevor sjálfur að koma inn í steinin 2021. Og annað sem þau benda á sem stofnandinn það var bara allt legit. Þetta var bara búið að vera kjaftaði eiginlega frá A til Ö. En ég sýndist samt að þetta ekki farið á hausinn. Þetta ennþá á markaði. En af hverju fer hann í fangelsi? Bara legar. Þetta bara sama með Adani Group, Hindenburg Research. En varst ekki að segja að þetta væri allt legit? Ég man ekki eftir. Nei, það var eiginlega ekkert legit við þetta fyrirtæki. Þau voru bara að banka á. Ég bara man eftir þessu þegar þetta var í bólu sko. Þetta þótti mjög promising sko. Ég hef aldrei séð. Út á við? Já, ég veit það var ekkert inn á við. Veistu hvernig þau tóku upp fyrstu auglýsinguna fyrir trukkana að keyra? Þá sýnt hvernig þau voru að fara niður brekku. Já. Myndavélunum var stillt þannig að það var verið að ýta. Nei. Og þau tóku annað angul
Jésús. Þau höfðu á þessum tímapunkti ekki náð að láta bíl hjá sér virka. Þau tók upp auglýsingu sem var bíll á flegi ferð en hún var hreint niður brekku sko, eða ítt niður brekku. Þetta skemmtileg starfsemi hjá þessu Hindenburg sko. Þetta svona léttu kveikur í þessu. Já, sko, og létt pingja líka, það vill enginn að við förum í ársinni. Nei, haldið maður, djúvill. En sko spurningin bara, hvað lærum við af þessu? Og það það, við eigum að treysta mönnum í viðskiptum eins og Daniel og Egil í Gorilla vöruhús sem að hjálpa heildsölum, frumkvölum, vefverslunum að reka sín business. Ef einhverju tröstisverður, þá eru þeir. Stráng, heiðalegi djöflar, búin að vera í business núna í 10 ár og við getum ekki mælt meira með þeim. Nei, ekki spurning. Gorilla vöruhús Verðurinn hvort sem þú ert með lager eða bara netverslun. Já, ekki líka að taka aumingjan á þetta að segja, ég held þetta virka ekki fyrir mig. Bókaðu bara fundi, Egil mest næs gæði sem þú getur hitt. Danni reynda líka næs, hvor meira næs? Þeir eru báðir jafn næs. Já, ég veit En svo náttúrulega sko, ég veit að það mikið að verðandi frumkvölum líka að hlusta á okkur. Og það einhverju með eitthvað í pípunum, þannig að ekki vera feimnir við það að bóka fund. Því að þetta ef þið byrjið reksturinn svona, mun spara ykkur svo mikið. Já, bara vinnuspartnaður, vesenni sem fylgir því að ætla að gera eitthvað frá grunni sem þeir eru búin að mastera. Þannig að Hindenburg Research, lærdómurinn af því að fara í viðskipti við Gorilla vöruhús og treysta bara alvöru fólki í viðskipti. Já, takk hérlega, þetta var fallegur boðskapur. Vá, ég bara, eftir mig hérna. En já, það fer nú svona síða í seinni endan hjá okkur, en ég ætla nú samt að renna yfir, því ég var náttúrulega búin að lofa því síðasta þætti, en svo var svo mikið hjá okkur þar að renna yfir fjárlögin eða svona fara yfir einhverja nokkra málaflokka eða bara svona létt aðeins. Tilbúin? Já, hvað með það? Þetta eru fjárlögin voru samþykkt þarna í desember einhvern tímann og svo kom svona það sem heitir einhvers konar viðaukaskjal. Já. Og sorry, það eru bara rattirnar í haustum á ég heyrði eitthvað samt út undan mér eitthvað smá læti hérna ég var semst að taka mér heitan en það sko Landspítalinn hann fer náttúrulega eiginlega fremstur mér skilst að þetta hafi verið 1000 milljarðar í fjárframlög frá ríkinu 2023 1000 milljarðar Jesús Krist ég held að Landspítalinn sé singul bara stærsta einingin. Já. Það eru 89 milljarðar sem fari það. Akkurat. Sem eru þá 8,9% af fjárlögum sem fara í Landspítalann einu og sér. Svo náttúrulega heilbrigðismál miklu stærri flokkur. En stofnunin Landspítali færa þetta 89 milljarða. Herru, svo það lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Já. Viltu giska eða? Nei, ok. Ég satt með eitt handaðir. Ég með eitt, þú verður að giska á það. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu er 6,9 milljarðar. Er það næstæðst? Nei, ég er bara svona sikt út það sem er fannst áhugavert en löggæsla í heild eru 23 milljarðar. Löggæsla á þessu landi er 23 milljarðar króna virði. Eða virði hvers mikið sem virði er það haldi upp í löggæslu í þessu landi. Og undir löggæslu eru við þá að tala lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu. Er tollurinn undir því eða? Ég veit ekki. Nei, allt í góð. Sennilega sant. Jú, minnst það líklegt. Þau náttúrulega, jú, kemur mér ekki úr. Þetta var bara yfir flokkurinn löggæsla. Það eru Hagstofa. Það er svona 40 milljarðar. Það er 1,7 milljarður. Þó það? Já. Útlendingastofnun. Sko, ég er eiginlega bara ekkert viss að þetta sé rétt tala, sko. Hjá Útlendingastofnun? Já. Það er bara búið að vera svo fucking mikið umræðan og þú veist það virðist vera bara þau séu undirmönnuð og svo mikið að gera og þú veist 628 milljónir. Já, það á nú örugglega eftir að bólna út. Já, þú veist, eða ekki að þetta sé bara fjármagn sem að ríkisstjórnin heldur að bara þetta þurfi, skilur við Býtu, ég heyrði einhvern tímann daginn að þetta væri orðið 10 milljarða málaflokkur sem að Útlendingastofnun væri að takast á við. Já, ég veist ekki. Með húsnæðið og allt þetta. Maður er bara gegnum sýrður á öllum sem útlendingamálum. Maður skilur þetta ekki. Við skulum bara... Og þetta er ekki þannig þáttur. Áfram með þig. Þetta er næst. Herri, já, næst er ég með er ekki þannig hlaðvar? Verslunarskóla Íslands. Hæ? Já, ég ætla að leyfa þér að giska á það. Heyrðu, við vorum búin að kíkja á það. Þau eru með þarna 200 milljónir. Nei. Milljarð. Meira? Hæ? 2 milljarða? 1 milljarð 630 milljónir. Já. Og þú veist, nú er ég bara... En ME, getur þú tekið ME? Ég er með það. Já, þá getur við borið saman hvað kostaði að mennta mig og hvað kostaði að mennta þig. Já, sko, ég ætla að fá þetta samt aðeins og hreint með Útlendingastofnun. Já,
Þetta skrítin stærð. Sko, vissulega málaflokkurinn miklu stærri. Þú veist, dómsmálaráðuneytið hérna sko framlag á ríkissjóð 55,9 milljarðar. Hugsaðu þér þessa fjárhæð. Þarna bara Jón Gunnarsson með hjónabandsæluna frá Brauðarkófalofti að slengja milljörðum í liðið. Hérna reyndar ekki þessa flugvél hérna, ég man ekki hvernig það endaði. Hvað sagðirðu? Það var ekki allt, það var alltaf villast daginn út af einhverju flugvél. Já. Það var náttúrulega ekki búið að selja hana, eða það? Ég veit ekki. Nei. En hérna, sko, útlendingamál, já, það reyndar, sko, þar kemur 2,2 milljarðar, en það náttúrulega bara útlendingamál, sko. Já. En já. Eins og Svandís Svava segir, áfram með smjöri, kallið minn. Já, byrju, þetta hérna. Við erum að smjöri eina lukkuloku, það þarf að fara að loka þessu. Útlendingastofnun, hérna þetta. Ef við fáum 300 reviews á Spotify, þá bý ég til kaffi þar sem ég mala baunirna með tönnunum 628 milljónir, þetta bara fakt. Og strokka þær með sokki og þú býr til eina lukkulóku, súrdegsbrauð, mikið af smjöri, túnfisalat. En nú það ME. Ok, flott. Hvað fær menntaskólinn á Egilsstöðum? Í fjárlög? Hvað Árni Óla? Hann náttúrulega gamall minni með júdókappi, sko. Gæti tróð að hann myndi vera gangi skrokkamönnum ef hann fær ekki nóg. Ég ætla að segja 350 M. Það undirskott, það eru 615 milljónir. Já. Sér það. Svo hérna... Það ruggli, hann ætti að fá tvöfalt það, ef að Vestlór að fá 1,6. ME ætti að vera að fá svona... Tvöfalt meira? Já, 1,3. Það er svo heldur góður hér. AMK. Svo verðum við náttúrulega að taka fyrir hérna bara svona öryggisnetið í landinu, barnabætur, fæðingarólof, atvinnuleysisbætur. Þarna vartan. Býtu? Sertis eitthvað. Það fyrir nánar inn á það síðan. Já. Hérna, barnabætur. Já. 58 milljarðar. Nei. Jú. Og ég fæ ekki krónu. Og þú, af hverju? Ég bara á tekjuhár. Það málið það? Já. Ég hef aldrei fengið krónu úr þessu. Já. Ég hef oft sótt Tekjuhár, alltaf að biðja mig eitthvað lán. Ég skil ekki reyndar. Þú ert á svo góðum vöxtum. Langbestu vexti sem ég fæ eru hjá þér. Hagstæði vextir. Já. 0% hér. Herru, ég segi svona, fæðingarólof, 25 milljarðar. Já, ok. Býtu, hvað barnabætunar eru háar samt? Já, ég náttúrulega þekki þetta ekki. Hvorugt, barnabætur ég fæðingarólof, en maður... Ætti ég ekki eitthvað að komast í þennan post eða? En þú veist, barnabætur eru náttúrulega konstant upp í, þú veist, einhvern, það ekki bara upp í 18 eða eitthvað? Ég veit það ekki. Nei, veistu, ég ætla ekki að tjá mig þetta. Nei, förum að kúpla okkur úr pólitíkinni. En síðasta, atvinnuleysisbætur. Já. Þetta reyndar dálítið merkileg stærð að því litinu til að, sko, 2021 var náttúrulega mikið atvinnuleysi. Já. Og 2020 líka, ég reynda með gögn. 2021 voru 73 milljarðar greitir út í atvinnuleysisbætur. Já. 21. Það ekki svolítið mikið það? Jú. 22, 43,6 milljarðar. 23, 27,8. Þannig að þetta hefur farið hríðlækkandi. Já. Og náttúrulega bara í hérna fylgni við bara atvinnuleysis prósentuna, skilur. Þú veist að það er bara minna atvinnuleysi núna en var þá. Það var náttúrulega komið upp í, ég held að farið upp í 15%. Fór það hátt í COVID? Eitthvað svona tæplega það. Ég var náttúrulega atvinnulaus skilgreindur í einhvern tíma. Þú lást þarna á þessu málaflokk. Já, ég ætla ekki að segja leið á honum, en jú, maður, hérna, neyðin bara, þú veist, það er bara, þetta gerist hjá á bestu bæjum. Það betri stað í dag. Ég segi það. En hérna, já, þá er þessari yfirferð minni stuttu yfirferð lokið. Þetta var svona það helsta sem ég vildi dreipa á. Já, skemmtilegt. Þetta er bara svo stóra tölur, fólk áttar sig ekki á þessu. Nei. Svo erum við hérna vælandi yfir að Rúf á 5,7 og Þjóðleikhúsi 1,4 og eitthvað svona. Já, ég vona bara þið afsakið, eiginlega bara næsta þátt. Það er eiginlega meira rant hjá okkur í næsta þætti. Er það? Ég bara, þetta fyrir allt í eitt grönt. Þá er náttúrulega Þjóðkirkjan. Ég verð komin austur í byrgi mitt þannig að bara látið dinja á okkur höggunum. Við erum hérna fyrir utan Seðlabanka Kópavogs. Bara þú. En hvernig ætlum við ekki að taka kertafleitinguna þannig í Borgartúnum? Við gleymum því alltaf. Ég er búinn að fara 2 svar. Að það? Bara mættir ekki. Verðum að fara saman. Já. Ætlar þú að lókast í dag? Nei, ég hef ekki áhuga. Jú, bara frábæra helgi, Super Bowl. Spáið aðeins í þessu, krakkar. Spáið í þessu. Það ekki? Í hverju þá? Bara spáið í þessu. Þannig að þess að spáið í þessu. Gerið það gott fólk, spáið í þessu. Spáið í þessu. Og segju það. Já, bæ.